Akureyrarbær og Aflið, samtök gegn kynferðis- og heimilisofbeldi, hafa gert með sér starfssamning sem felur í sér að Akureyrarbær veitir Aflinu styrk í formi afnota af húsnæðinu í gamla spítala að Aðalstræti 14. Þar með verður hinu mikilvæga starfi sem Aflið sinnir komið í fullnægjandi húsnæði á Akureyri. Gamla húsnæði út í Brekkugötu 34 og það var sérst í rauninni bara búin að sprengja starfsemina utan af sér. Þannig að við fórum á haustdögum í fyrra að hugað nýju húsnæði og leitað húsnæði. Og svo duttum við niður á gamla spítalan og fórum í samræður við Akureyrarbæ sem tók okkur gríðarlega vel og úthlutaði okkur þessu húsnæði núna 1. júní. Og þetta húsnæði, þetta sögufrægt hús hér á Akureyri. Hvaða starfsemi hefur verið hérna gegnum tíðina? Þetta náttúrulega var spítalinn, fyrsti spítalinn hérna á Akureyri og þetta reist 1835, þannig að þetta hús ekki alveg nýtt. Og voru fyrst hérna 2 héraðslæknar, síðan hérna kaupmaður sem kaupir þetta, Friðrik Guðmann, kaupir þetta hús og gerir viðbyggingu og gerir hérna fyrsta spítalinn. Og þannig í rauninni byrja sagan og þetta þjónaði ég man ekki hvað, þetta voru kannski 20 ári eitthvað leys, síðan var þetta íbúðarhús í svona 100 ár og síðan kaupir Akureyrarbær þetta og fjórðungssjúkrahúsið og í kjölfar á því gefa þeir Læknafélag Akureyrar og hjúkrunarfélaginu þetta hús og það gert upp og hér erum við í dag. Og hverju breytir þetta fyrir ykkur? Breytist starfsemin eitthvað og þjónustan sem þið veitið við það að fara í stærra og betra húsnæði? Já, þetta mun breyta allri starfsemi Aflsins og ráðgjafar hafa nú yfir að ráða 4 viðtalsherbergjum í stað 2 áðan. Við erum starfandi 5 ráðgjafa og þannig að það mun breyta gríðarlega miklu. Það mun líka gera okkur kleift að efla enn frekar allt forvarnarstarf og við höfum möguleika á að bjóða til okkar smærri hópum sem að vilja kynna sér starfsemi Aflsins. Þannig að þetta mun, öll starfsaðstaða mun breytast gríðarlega til hins betra. Þetta forvarnarstarf sem þið nefnið, í hverju felst það? Við höfum verið að fara með fræðslu inn í grunnskólana fyrir 7. til 10. bekk og munum halda því vonandi áfram. Það í samstarfi við Akureyrarbæ. Svo hefur við verið náttúrulega að sinna hér gæslu á hátíðum eins og bíladögum og verslunarhelgina, svona það hátíðir sem Akureyrarbær kemur að. Og svo hefur verið óska eftir kröftum okkar víðar, fara í fyrirtæki með fræðslu, sinna öðrum hátíðum, fiskidegi, neistaflugi og eistnaflugi og einhverju svona. Þannig að við komum að ýmsu sko. Þetta hús óbúslega fallegt og maður tekur eftir því þegar maður gengur hérna við innbæinn á Akureyri. Það hlýtur að skipta máli líka að aðstæðan sé aðlaðandi. Algjörlega, þetta er ekki bara fallegt á utan, þetta líka alveg óbúslega fallegt innan, hefur tekist mjög vel upp við allar endurbætur og að gera það upp. Þannig að já, við erum mjög spennt að hefja starfsemi hér, manni líður mjög vel góður andi í húsinu greinilega, í þessu gamla húsi og við vonum bara að fólki eftir að líða vel að koma til okkar og leita sér aðstöðar. Hverju haldið það breyti fyrir skjólstæðinga ykkar að koma hingað, að stíga fæti inn í þetta hús frekar en gömlu litlu aðstöðuna? Jú, ég held að það bara muni breyta þetta dálítið miklu. Bæði húsið góður andi í húsinu og aðlaðandi. Og Aflið náttúrulega til fyrir þig, fyrir þá sem að vilja leita eftir þjónustu Aflsins og við tökum hjartanlega vel á móti öllum þeim sem vilja til okkar leita. Þannig að ég held að fólki á eftir að líða vel hér inni, hvort sem eru starfsmenn eða þeir sem til okkar leita. Aðeins meira húsið, herbergin heita öll eitthvað og þið ætlaði að leyfa herbergjunum að halda þessum nöfnum. Segð mér aðeins frá því. Já, við erum reyndar ekki búin að fá alveg öll herbergin á hreint, en það þarna niðri til dæmis stórt rými sem við ætlum að hafa fundaraðstöð. Þar var apótek, þegar þetta var spítali og við ætlum að halda því nafni. Þetta verður bara apótekið, við verðum með fundaraðstöðuna okkar þar og getum boðið hópum að koma þangað. Þar niður köld geymsla sem voru geymt lyf. Uppi dönskustofa og sjúkrastofa sem fá líka að halda sínum nöfnum. Svo eigum við eftir að fá aðeins, við ætlum að reyna að finna eitthvað sem passar við þetta og heldur pínu í þennan gamla anda og fyrir hvað þetta hús stendur í rauninni, í sögunni. Og þegar fengið að halda einhverjum af þessum gömlu upprunalegu möblum og innréttingin í eldhúsinu til dæmis, hún er svo sama? Jú, hún er upprunaleg og svo Læknafélagið mjög höfðinglegt og leyfir okkur að nota húsgögn sem var í dönskustofunni svo kallari. En okkur vantar húsgögn í önnur herbergi og myndum gjarnan vilja hafa þau í anda hússins, þannig að
sé einhver hérna úti sem að veit á húsgögn sem þarfnast framhaldslífs, þá tökum við glöð á móti því. Ráðgjöf og þjónusta aflsins miðast ekki eingöngu við það fólk sem beitt hefur verið ofbeldi. Foreldrar, makar, vinir og aðrir aðstandendur geta einnig fengið stuðning og ráðgjöf hjá aflinu sé þess óskað og þjónusta aflsins við þolendur og aðstandendur þeim að kostnaðarlausu. Aflið hefur hins vegar lengi verið að glíma við fjárhagsvanda og húsnæðisvandamál þar partur af vandamálinu. En hvers vegna var loksins núna farið að hlusta og komið til móts við vandann? Það er náttúrulega, það hefur orðið bara straumhvörf í umræðinu allt ofbeldi í samfélaginu og það er náttúrulega beauty tips, frín uppból, þetta hefur auðvitað allt orðið til að opna umræðinu enn frekar. Við fórum inn á fjárlög hjá velferðarráðuneytinu fyrir þetta ár og það er vel, það er frábært. Þannig ég held að séu svona margir samverkandi þættir sem að gera það að verkum að umræðan það er mikilvægt að vinna gegn þessum málaflokki og ég held að samfélagið og þjóðfélagið bara í heild sinni, það er ekki að líða ofbeldi í neinni mynd og það er mjög mikilvægt að vinna gegn því. Þannig ég held að, já. Eru þið betri í stakk búin með þessa nýju aðstöðu til þess að þjóna landsbyggðinni og þú veist kannski aðeins austur á bóginn og vestur? Já, sko, svæði aflsins hefur náð langt út fyrir Akureyrarbæ. Það hefur verið það í gegnum árin og við erum tilbúin að þjónusta, veita það þjónustu í rauninni hvar sem eftir henni leitað. Þannig að það mun ekki vera nein breyting þar á. Ég óska ykkur bara innilega til hamingju með þetta og gangi ykkur vel. Já, takk hérlega fyrir það. Takk innilega, sömuleiðis.